Yep. Hello. Ja. 30 sekúndur Marja. Þarna Baldvin kemur til okkur í hálfleik og eftirleik. Áttu einhverjar myndir á honum? Getum við... Ok. Já, góðan daginn, góðir áhorfendur. Hér framundan handbolta veisla í Kaplakrika. Úrslitakeppnin hjá körlunum að rúlla af stað. FH Fram. Margir hafa talað tvö heitustu lið landsins að undanförnu. Við ætlum að kryfja þennan leik. Ég og Reynir Þór Reynisson og Baldvin Þorsteinsson verður undan með okkur eftir. Hann að hita upp með FH-liðinu, verður þó ekki á skýrslu. Gamli fyrirliði þeirra FH-inga. Einar Jónsson, þjálfari Framara. Hann á ekki heimagengt, að jafna sig af veikindum og situr væntanlega upp í sófa núna. Við heyrum hins vegar í mannum sem á línu fyrir hand, Daða Hafþórsson, og við heyrum einnig í þjálfara FH-inga, Einari Andra Einarsinni. Jæja, Einar Andri, þá komið að þessu. Já, loksins. Það að vera konar 3 vikur sem við spilum síðast, 3. undirbúningstímabilinu að ljúka og úrslitakeppnin hefjast, þannig að það bara skemmtilegt. Hvernig fór pásan með ykkur? Bara mjög vel og allir feskir og allir klárir, þannig að ég get ekki sagt annað en það bara fara ágætt í okkur, en það áttur að koma í ljós. Þið eru með besta leikmann seinni hluta Íslandsmótsins í búrinu, það hlýtur að vera styrkur fyrir ykkur? Já, hann frábær markmaður og ég vonast til þess að hann haldi bara áfram því sem hann búinn að gera í vetur. Hann búinn að vera virkilega góður og svona í flestum leikjum og ég vona á því að haldi áfram. Sammála því eins og flestir handboltaáhugamenn að hér séum að ræða 2 heitustu lið landsins í dag. Þau voru það svona í lok tímabils en það gefur ekkert núna, það bara ný keppni og nýtt mót og en liðinu búin að spila vel og ég vona því að þetta verði mjög bara skemmtilegt emi, margir góði leikmenn sem búin að spila vel, þannig að það verður krefjandi að eiga við nokkra leikmenn fram, það alveg ljóst. Hverja þá helst? Já, held að sé nú ljóst að þeir eru með frábæra útilínu með Róbert og Sigga og Jóhann og svo Ægir náttúrulega frábær varnarmaður og fleiri strákar með reynslu bolta eins og í Stefáni Baldvin og góða blöndu líka af yngri leikmönnum með, þannig að það er mörg að taka. Svakalega fljóta sóknarmenn inn á milli framárarnir, hvernig ætla að stoppa það? Já, við bara stöndum í okkar vörn, búin að vera að spila 6-0 vörn á sem hefur gengið ágætlega. Það er ljóst að við erum ekkert að fara að stoppa allt, en það er ákveðin þættir sem við ætlum okkur að hægja á, en það er enginn að fara að stoppa Róbert, Sigga og Jóhann í heilan leik, en við erum með ákveðið plan sem við ætlum að reyna að vinna eftir. Þið hafið bæði tapað og unnið á hérna í Kaplakrika á þessu tímabili, þið hljótið að byrja þessa rimma á góðum heimasigri. Já, við mættum Framörum hérna síðustu umferð í leikum hvort liðið fengi heimann ekki rétt og við lögum mikið ákveð til að vinna hann leik, þannig að það er að ljóst að við ætlum að selja okkur dýrt í að vinna hann fyrsta leik. Allir heilir? Allir heilir. Þetta kveðja á Einar Jónsson, ég vona að hann líði vel í sófanum heima. Vona að sjá hann á þriðjudaginn. Já, þetta er Einar Andri, hann lauk viðtalinu áðan að kasta kveðju á Einar Jónsson heim í sófa. Hvaða áhrif hefur fjárvera Einars á framliði? Já, Einar er náttúrulega bara hluti af hópnum okkar og þegar vantar hlekki í hópinn þá veikist við, klárlega, en við erum samheldnir og vonandi kemur það ekki niður okkur í dag. Hvernig leggst þetta hlutverkið þig? Bara mjög vel, ég tók einn leik í vetur sem gekk ágætlega og ég hef svona alveg trú að við getum gert þetta saman einn dag. Við töpuðu ekki alls fyrir löngu hér á þessum velli gegn FH. Hvað þarf að breytast frá þeim leik í dag?
það var þessi leikur sem var alveg í jafnvægi og þessi leikur í dag verður þannig líka býst við. Þetta verður hörku rimma þessi undanúrslita leikir og við þurfum að spila bara aðeins betri vörn, aðeins skynsamari sóknarlega heldur en gerum í þeim leik og já, það er svona kannski helst það. Daniel í markinu valinn besti leikmaður seinni hluta Íslandsmótsins. Þið búin að lesa hann síðustu vikur? Nei, sjálfum sér ekki. Daniel er náttúrulega bara frábær markmaður og við þurfum náttúrulega bara að skjóta vel og ég meina það er ekki markmaður sem við alltaf öll skotin, þannig að það snýst nú kannski meira okkur heldur en hann. Já, talandi þá aðra leikmenn FH, þeir eru nú allir margir góðir markaskorar en Ragnar Jóhannsson með einhver 106 mörk á tímabilinu. Ætlaði að gera sérstakar ráðstafanir varðandi hann? Nei, við ætlum bara að spila okkar vörn og við höfum trú á henni og hann hefur svo sem ekkert verið að raða okkur í síðustu leikjum en ef við þurfum að gera einhverjar ráðstafanir þá gerum við þær en það er ekkert planað akkurat núna. Kannski að framliðin sem þú hefur kannski pælt meira í, hvað ætlið þið að leggja upp svona sérstaklega í dag? Það er alltaf sama tuggan, þetta er vörn og markvarsla og hraðaplaup og skynsamur sóknarleikur. Það er svona aðallinn það sem við erum að spá í dag. Fá þá ekki í hraðaplaup í baki okkur og það var svolítið gaman að þessu. Leikurinn daginn í Kaplakrika, hann stjórnaði því hver fékk heimaleikaréttinn og hann fór til FH og þið þurfuð þá að sækja sigur í Kaplakrika. Það er ljóst og við svo sem höfum alveg sigra áður og okkur líður ágætlega þannig að ég er svo sem ekkert hræddur við að það takist ekki þó að gerist vonandi í dag að við náum að snúa einveginu okkar vil. Gangi vel. Já, þetta sagði Daði Reynir Þór Reynisson, fyrrverandi leikmaður og þjálfari Framara. Kannski erfitt fyrir Daða að svara þessari spurningu, þetta kemur svona flatt upp á hann en þú kannski segir sem þjálfari, hvaða áhrif hefur á leikmenn þegar aðalþjálfari liðsins, þegar hans nýtur ekki við? Það á nú eftir að koma í ljós á eftir en kannski einn og einn leikur á alveg að sleppa en ef þetta farið að teygjast í eitthvað lengri tíma þá sjálfsögur getur það haft áhrif. Þeir eru með Daða bekknum sem hefur klárað leiki í vetur og svo eru þeir með náttúrulega þjálfara meistaraflokks kvenna sem kemur hann inn og þessi tveir menn eiga alveg að kunna þetta þannig að það á ekki að hafa sök að missa kannski einn og einn leik. Og Halldór Jóhann hefur náttúrulega spilað líka með mörgum af þessum leikmönnum? Já, hann þekkir þetta út og inn og þeir eru mjög nánir þarna, það er mikið samvinna þarna á milli þannig að við skulum vona fram vegna að þetta fari ekki að teygjast en að fá heilahimnubólgu að það er ekkert grín. Þannig að vonandi bara að jafna hann sig fyrst og það er náttúrulega lykilatriði nr. 1, 2 og 3 og það er að ná heilsu. Nákvæmlega, við sendum bara batakveðir á Einar Jónsson en aðeins að þessum leik. Hér eru náttúrulega 2 handbolta stórveldi að mætast. Þessi liðið að 25 Íslandsmeistari titlaði sín á milli, FH einhverja 16, Fram 9, aðeins Valur hefur unnið oftar en þessi lið. Erum við ekki von á veislu? Ég held það og það er svona mín tilfinning að það lið sem að ber sigur og bítum úr þessari rimmu standi jafnvel uppi sem sigurvegari á þessu Íslandsmóti. Þetta eru FH-liðið er gríðarlega vel manna. Þeir eru með 2 leikmenn í hverju stöðu. Framarnir eru ekki með sama luxus. Þeir eru mjög þunnskipaðir og það mun hvíla mikið á Róberti Sigurði og Jóhanni Gunnar fyrir utan. Þannig að ef að þeir haldast heilir og feskir þá verður þetta æsispennandi og ég spái því að þessi rimma fari í 8 leik. Talar marga góða leikmenn FH-inga, ertu sammála því að Selfyssingurinn Ragnar Jóhannsson sé kannski þeirra mikilvægasti hlekkur fyrir utan kannski Daniel Frey í markinu? Nei, ég er ósammála því. Ragnar er mjög góður leikmaður en ég myndi segja að Daniel og Ásbjörn séu svona þeirra mikilvægustu leikmenn. Ásbjörn Freyrsson kom inn á miðju tímabili, styrkti FH-liðið gríðarlega. Já, þetta er bara svo fyndið að Ólafur Gústafsson fer út og eftir að hann fer að þá breytist allur leikurinn og bragarinn á liðinu og til eins betra en Ólafur er frábæra leikmaður, einhvern veginn svona þurftur aðra leikmenn að stígu upp og mér finnst Ásbjörn algjör heili í þessu liði. Daniel Freyr Andrésson, hann lítur að vera fullur sjálfstraust nýbúið að velja hann besta leikmann seinni hluta Íslandsmótsins. Já, hann er búinn að standa sig mjög vel, ekki bara núna í ár, heldur líka í fyrra, þannig að hann er komið með mjög mikla reynslu og þetta er 3. árið hans minnum mig sem hann er að spila nr. 1 og hann er búinn að standa sig mjög vel og búinn að bæta sig alveg gífurlega mikið og á fyllilega skilið að vera þarna í landsliðshópnum. Þú sem fyrrverandi landsliðsmarkvörður, hvernig meturðu Magnús Gunnar Erlendsson engin aukvissi hinum megin, hvernig meturðu markmannastöðurnar í liðanum?
Magnús mikill stemmingskall. Hann getur dottið í gífurleg stuð og ef hann dettur í gírana þá mega F-fangarnir vara sig af því að þá getur hann hreinlega að loka markinu en þess að milli þá á hann til að detta svolítið niður en Daniel kannski stabíli markmaður og svona sýnir meiri stöðuleika þannig að svona F-fangarnir vegna þá skulum vona að Magnús detti ekki gírin. Talandi stemningskall sem hefur verið sjóðheitur á undanförnu, bláklæddur Sigurður Eggertsson. Hvað vægi hefur hann í þessari rimmu? Mikið. Hann, Sigurður, Jóhann Gunnar og Róbert eru mjög klóki leikmenn og hafa mikið skilning á leiknum og ég sé svona mikið mun á því að það vantar einn af þeim í sóknarleikinn hjá Fram. Varnarleikurinn hjá Fram hefur líka verið mjög góður og mjög sterkur. Þeir eru að fara langt á því og það kannski eitthvað sem að Halldór Jóhann og Davíð geta gert núna í dag og í rauninni að það er kannski að hvíla þessa leikmenn helst varnarlega. Þeir þurfa á þessi leikmennum að halda sóknarlega og svo eru búin að fá hann Siffa, hann að koma upp úr meiðslum þannig að það er svona spurning í hvernig standi hann hann getur stýrt á. Sigfús Páll Sigfússon ókvæmlega hraður en tölum aðeins Róbert Aron Hostert, hann má færa rök fyrir hann sé tæknilega hæfileikaríkasti leikmaður hreinlega í deildinni en maður veit svo sem ekki alveg hvað Róbert mætir til leiks. Róbert hann hefur alla byrjuð það að ná langt og ég sé þennan strák geta að fara til Kílar ef hann vill. Hann hefur stökkkraftinn, skotkraftinn, hann hefur leikskilninginn, hann gæti spila hafsend í vörn líka en hann kannski sín helstu óvinnur og ef hann nær að þroska sjálfan sig þá á hann geta að fara langt. Sigurður Eggertsson myndist nú einhvern veginn á það við mig að hann væri hreinlega tæknilega besti leikmaður sem hann hefur séð, sérstaklega á æfingum þar sem hann laus við alla pressu. Já, ég hef líka heyrt það bara úr þessum æfingum hjá landsliðinu að þar hann að standa sig mjög vel og hann hefur þetta allt saman, hann getur náð langt en hann þarf svona aðeins að kannski að þroska svolítið í danslega. Talar breiddinu á FH í svona 5 leikja seríu, allt fyrir eins og við vonum að það fari, það hlýtur að segja sitt. Já, ég held það og það vinnur með aðfangunum ef þetta innvíði dregst. Þá vinnur það klálega með þá. Þeir eru með nánast 2 leikmenn í hverja einustu stöðu þannig að það er bara gríðarlegur styrkur og ef Einar Andri nær að rúlla á liðinu þá er þeir til alls líklegir. Svo hérna leikmannum 19 Ara, hann hægri hornamaður, hann Þorgeirsson, hann var eitthvað meiddur, þess vegna var Baldvin Þorsteinsson kallaður í upphitun en annars eru leikmenn heilir og það er náttúrulega bara gott fyrir seríuna. Já, ég meina þeir eru með Ara þarna í horninu og svo eru þeir með Einar Arn, gamla framarann sem er þarna líka og ef við erum að tala tæknilega leikmann þá er Einar Arn eitt sá tæknilegast í deildinni þannig að þeir eru með flotta hornamenn og það verður svona gaman að sjá líka fylgjast með hvernig þeir pluma sér þessi drengir. Einar Arn eins og spilaði náttúrulega með Fram, er það ekki bara hvatningi fyrir hann? Hann reyndar ekki uppalinn Framar en átti góða tíma. Já, það er nú þannig að oftast leggja menn svona svolítið ekstra á sig og stundum verður þannig að spennustígið kannski fer aðeins og verður aðeins og hátt þannig að ef hann nær að spennustíginu á móti sínu gömlu félagunum þá verður hann bara flottur. Þarna sáum við Loga Geirsson í mynd, við getum nú ekki farið gegnum svona uppbytun á þess að tala um hans hlutverk í FH-liðinu. Hann kannski hefur ofta áberandi en hann er með lúmskt hlutverk í FH-liðinu. Já, Logi komið með mikla reynslu og hann er búinn að þroskast mikið sem persóna og sem leikmaður og hans hlutverkin í liðinu er sko fyrst og fremst myndi ég segja andlega. Hann er náttúrulega komið upp úr mjög erfiðum axlarmeiðslum og töluvert að ná sínum styrk en inn í þessum hóp þá er hann fyrst og fremst myndi ég segja svona andlegur lærifæðir drengjana. Það er styttast að Ingvar og Jónas flauti til leiks við Reynir verðum aftur og eftir og þá með Baldvin Þorsteinsson okkur til aðstoðar en Einar Örn Jónsson hann ætlar að lýsa þessum stórleik og ég ætla að skipta yfir til Einars. Takk ykkur fyrir það, félagar. Allir klárir inn á vellinum, dómarar, leikmenn, þjálfarar og aðrir áhorfendur að tínast í hús. Þessi lið eins og þeir Reynir og Haukur kom inn á háðu hér harða baráttu í vetur annað sætið í deildinni sem AF-ingar tryggðu sér á endanum og þess vegna er leikurinn hér. En fyrirleiki liðana í vetur skiptust býsna jafnt. Framarar unnu 5 marka sigur hér í Kaplakrika 4. október. AF-ingar svöruðu fyrir það í lok nóvember, unnu þá sömuleiðis 5 marka sigur í Safamýri. Þannig að heimavellinni voru ekki að gera mikið framan af vetri. AF-ingar unnu svo úrslitaleikinn annað sætið í lok mars með 2 marka mun hér í kriganum.
og var ekki síst fyrir tilstilli þessa manns hér sem að FH-ingar náðu öðru sætinu, náðu frábærum kafla, unnu 8 leiki í röðu deildinni frá 22. nóvember og fram í lok febrúar. Framarar gerðu hins vegar einum betur, þeir unnu 9 leiki í röð í deildinni og það var á milli FH-leikjanna tveggja sem þeir töpuðu. Frá því að þeir töpuðu fyrir FH í Safamýri og þar til þeir töpuðu fyrir FH hér í Kaplakrika vann Fram-liðið 9 leiki í röð. Þannig að þetta eru 2 heitustu lið seinni hluta deildarinnar held ég að sé alveg óhætt að segja. Ásbjörn Friðriksson, þriðji markahæsti leikmaður FH í vetur ef við teljum bara fjölda marka, skoraði 78 mörk. Lék hins vegar aðeins 15 leiki, þannig að hann skoraði 5,2 mörk að meðaltali í þeim leikjum sem hann spilaði. Ragnar Jóhannsson, markahæstur hjá FH með 106 mörk, spilaði alla leiki FH í vetur 21 talsins og er því með rétt rúmlega 5 mörk að meðaltali leik. Þetta er hins vegar markahæsti maður Fram-liðsins í vetur. Jóhann Gunnar Einarsson skoraði 96 mörk í 18 leikjum sem gera 5,3 mörk að meðaltali og Framarar söknuðu hans einmitt sárlega í lokaumferðunum 2 í deildakeppninni. Hans naut ekki við þá, var veikur. Framarar töpuðu snarlega 2 síðustu leikjum sínum í deildinni án Jóhanns Gunnars. Hann er eins og með í dag og leikurinn farinn af stað. FH-ingar í hvítu byrja í vörn, Framarar í bláu í sókninni, Elías Bóasson í hægra horninu, Jóhann Gunnar hægra megin, Sigurður Eggertsson á miðjunni, Róbert vinstra megin, Stefán Baldvin Stefánsson í vinstra horninu, Haraldur Þorvarðarson á línu og Magnús Gunnar Erlendsson í markinu. Framarar byrja í sókninni, Stefán Baldvin hleypur inn á línuna, Jóhann Gunnar sækir að á Sigurður og Róbert inn á Harald á línunni sem skorar fyrsta markið í þessum leik. Fyrsta markið er Framara, FH-ingar taka miðjuna hratt. Ragnar Jóhannsson kominn í sókna hinum megin, reynir að fara fram hjá Róberti og kemst nú halva leiðina fram hjá. En aukakast dæmt á endanum. Framarar byrja í 3-2-1 vörn. Stefán Baldvin fyrir framann Jóhann og Róbert í bakvarðarstöðunum. Ragnar sækir það og hleypur svo inn á línuna. Ásbjörn yfir á Loga Geirsson sem leikur vinstra megin. Logi stingur Jóhann Gunnar af með fyrsta skotið FH megin. Magnús Gunnar ver fyrsta skotið í frammarkinu. Róbert Aron fer sjálfur með skotið þar yfir markið. Gult spjald á Ásbjörn. Logi Geirsson sennilega ekkert rosalega ánægður með að hafa ekki fengið aukakast þarna í sókninni áðan. Guðjónsson og Jónas Elíasson halda utan þennan leik. Reyndir dómarar þar á ferð. Sigurður Eggertsson kerfi, Stefán Baldvin hleypur inn. Róbert Aron fyrir sjálfur en skýtur yfir markið. Þannig Freyr kemur boltanum í leik á Loga á Ásbjörn. Sækir að vörninni aftur yfir á Loga, Logi á Ásbjörn að nýju og þá róaðir leikið niður FH-ingar. Andri Berg Haraldsson fyrir lið þeirra hleypur út af og Sigurður Ágústsson kemur inn á línuna í hans stað. Sömulegis sama kerfi hjá FH-ingunum áðan. Einar Rapp kemur út og sækir svo Ragnar sem hleypur snarlega inn á línuna. Boltinn aftur yfir á Loga, Logi skotfæri með skot og skorar. Logi Geirsson jafnar metinn fyrir FH-inga. Enginn út á móti Loga. Sama hvað menn segja öxlinn á Loga Geirssoni, þá er þetta aftar dauðafæri fyrir hann að koma svona nálægt. Staðan 1-1. Stillir upp sóknarleik Framara. Skiptir hún stöðu við Róbert Aron og sækir gegn Ragnar í boltinn út í hornið á Stefán. Róbert með hann á miðjunni núna klippir við Jóhann Gunnar. Jóhann Gunnar með lúmskot, það er fram hjá markinu. Góð vörn hjá Ísaki Rafnsinni þarna í markinu. Sendingin fram og endar hjá Þorkili Magnúsinni og hann skorar annað mark FH-inga. Elías nálægt í að komast inn í þennan bolta.
Boltinn endaði á endanum í höndunum á Þorkeli sem skorar 2-1 fyrir FH-inga. Jón Gunnar og Sigurður. Stöður við Jóhann Gunnar. Jóhann klippir við Róbert og Róbert kemst hálfaleið framhjá. Ísaki tekur mörg skref. Boltinn dæmdur af frömmurum. FH-ingar bruna af stað í hraðahlaupið. Ragnar yfir á Andra og Andri kemst framhjá Jóhann Gunnar yfir með skotæð framhjá markinu hins vegar. Magnús Gunnar fljótur að koma boltanum í leik. Sigurður Eggertsson og Róbert Aron. Andri kom tilbaka í vörnina. Enginn hins vegar að passa Harald Þorvarðarson en Framarar missar hreinlega boltan þarna. Haraldur náði ekki að grípa sendinguna frá Róberti þarna. Þá stilla FH-ingar í rólegheitum upp núna. Áskjöld nú aftur skipta þeir Einar og Ragnar stöðu. FH með sama kerfið. Áskjöld fer reyndar sjálfur núna. Stefán Baldvin nær að brjóta á honum og svo kemur Logi Geirsson, keyrir hérna í gegnum vörnina og fær vítakast og 2 mínútna brottvísun á Jóhann Gunnar. Jóhann Gunnar fer hann í andlitið á Loga. Hann reyndar Ægir sem fer í andlitið á honum. Ægir sleppur en Jóhann Gunnar fær hins vegar brottvísun fyrir litla sækir. Það breytir því ekki að það vítakast. Einar Rafn Eiðsson gegn sínum gamla félaga úr Fram og Einar Rafn með víti og skorar af öryggi. Fyrsta markið, já, Einarið 3. mark FH-inga. 3 mörk í röð frá FH, staðan orðin 3-1. Magnús Gunnar kom litlum vörnum við þarna. Elías í skiptistöðunni hjá framliðinu. Haraldur Þorvarðarson í hafninu. Hann kemur núna út fyrir og sækir Róbert. Róbert sækir að vörninni. Já, Elías og Sigurður Eggertsson. Róbert Aron. Róbert Aron gerir þetta sjálfur og fær hér hönd í andlitið frá Andra Berg sem fær gult spjald fyrir. Framarar er eitt stórt spurningamerki. Skilur ekkert í hvers vegna Andri Berg fekk ekki 2 mínútna brottvísun eins og Jóhann Gunnar fekk fyrir brot Ægis áðan. Og Elías og Sigurður Eggertsson. Sigurður með gabbreifingun og skotið í stöngina inn. Eldsnöggur Sigurður Eggertsson. 3-2 Framarar. FH-ingar öllu heldur fljótir í sóknina aftur. Andri Berg út í hornið og Þorkell fer inn úr horninu en Magnús Gunnar étur hann. Annað skotið sem Magnús Gunnar ver í marki Framara. Fínasta færi hjá Þorkeli. Magnús Gunnar þarna vel staðsettur og varði þetta skot 30 sekúndur eftir af brottvísun Framara. Róbert Aron ekki gegnum vörnina á Stefán Baldvin. Sigurður og Elías. Sigurður Eggertsson hætti við að fara í skotið og Ísak Rafnsson brýtur á honum. Róbert og Sigurður, höndin komin upp hjá dómarnum og Sigurður með draumaskot. Frábær skottekni hjá Sigurður Eggertssoni. Jafnametinn í 3-3, annað markið hans í röð. Framarar FH-ingar aftur komnir í sóknina. Róbert, já, heppinn þarna kippti í Ragnar sem fór næsta auðveldlega fram hjá honum en dómararnir sleppa Róberti, segja að Ragnar hafa tekið of mörg skref þarna. Aukakast 7 mínútur liðnar af leiknum og jafnt 3-3. Og Einar Rafn reynir hér býsna djarfa sendingu inn á línuna, boltinn í fótinn á Ægi hins vegar. FH-ingar halda boltanum þarna. Og reyna aftur sama kerfið. Nei, hætta við það núna. Sigur Ágústsson kemur út og sækir Ragnar og þá er Ásbjörn kominn yfir vinstra megin. Og Logi Geirsson með skotið. Magnús Gunnar ver það.
fljótur að koma boltanum í leik. Framarar Róbert Aron. Sigurður inn á línuna á Ægir. Ægir er tekinn föstum tökum og Jóhann Gunnar nær svo skotinu og þá fær Andri Berg tveggjarmynda brottvísun. Tók Ægir Hrafn þarna að mati dómarana og föstum tökum inn á línunni. Var nú með hann í fanginn allan tíman. Dómararnir á það. Fyrsta brottvísun Andra og fyrsta brottvísun F-náinga fyrir hálfleiknum. Staron dreifur svo til vinstri, Sigurður býr til pláss fyrir Jóhann Gunnar sem að nýtir sér þetta pláss. Kemur upp á flata F-vörnina og skorur örugglega og Framarar komnir yfir að 9. Daniel í réttu horni en náði ekki að stöðva boltann. 4-3 fyrir Framara. 3 mörk í röð frá Safamýra liðinu. F-náingar einum færri í sókninni. Þorkell kemur út af línunni. Sækir Ragnar. Ragnar yfir á Loga. Boltinn aftur á Ragnar og Róbert Aron brýtur á Ragnari hér. Fær guldspjöld að launum. Hálsinn á honum, gæti nú hafa strokið honum eitthvað andlitið í leiðinni líka. Ekki gott að sjá það frá þessu sjónarhorni. Róbert fékk allavega guldspjald. Það sem öðru líður. 1 mínúta og 10 sekúndur þar til F-náingar eru með fullskipa lið. Þorkell aftur út og Ragnar yfir á Loga. Logi sækir, Stefán Baldvin missir af honum og Logi í vandræðum, kemur boltanum ekki á Samherja, boltinn dæmdur af F-náingum. Sigurður Eggertsson kemur boltanum í leik að 9. Jóhann Gunnar driblar upp í rólautum yfir á Sigurð og Sigurður reynir að fara í gegnum vörnina, dæmdur ruðningur á Sigurð. Prýðisvörn hjá Ásbirni og Ragnari þarna. Fjallu ekki fyrir gabbreifingunni hjá Sigurði að þessu sinni. Steinþórsson kom inn í vinstra hornið hjá F-náingum. Það er nú væntanlega rakleitt inn á línuna þar sem hans náttúrulega umhverfi er. Ragnar sækir gegn Ægi og Ægir brýtur á Ragnari. 15 sekúndur þar til F-náingar eru með fullskipa lið. Atli og Ragnar. Ásbjörn og Logi 5 sekúndur þar til F-náingar eru með fullskipa lið. Logi sækir á Elías sem gerir ágætlega að brjóta á honum. Refsingin liðin hjá F-há. Sigurður Ágústsson kemur aftur á 2 línumenn þá inn á hjá F-háingum. Logi sækir gegn Jóhanni Gunnari sem er allt og flatur og Logi skorar auðveldlega. Annað markið hjá Loga metinn í 4-4. Það getur nú allir sleppt í að vera í vörninni eins og að vera þarna. Jóhann Gunnar gerir ekkert nema byrgja Magnúsi Gunnari sín í markinu. 2 mörk frá Loga, 4 mörk alls hjá F-há. Aftur í jafn. Sigurður og Jóhann Gunnar skiptum stöðu. Gunnar sækir að vörninu og klippir við Róbert sem sendir boltan yfir á Sigurð og Sigurður aftur með lúmskot. Kom honum fram hjá Ásbirni en fram hjá rammanum sem er leiðis. Seinni bylgjan hjá F-háingum. Einar Rafn, Ragnar, Andri Berg og Ásbjörn sækir að vörninni. Ásbjörn finnur Ísakinn á línunni en erfið sending. Ísak nær ekki að grípa, Framar að vinna boltan. Og Róbert með skot og skorar. Róbert Aron Hóstert. Engin út að klukka. Hótaði þarna klippingunni við Jóhann Gunnar, Andri Berg og setn út til að brjóta. Fyrsta markið hjá Róberti. Ásbjörn, Logi, það er blokkeringuna frá Alla, þá Ásbjörn aftur. Og Ragnar með lúmskot, gott skot. Ekkert lúmstuða, beint í stöngina. Og F-háingar ná frákastinu, halda sókninni áfram. Ásbjörn með skoti fram hjá Ægi og í netið.
Fyrsta markið hjá Ásbjörni, en jafnt Framar að taka hraða miðju og Sigur Eggertsson við það að komast í gegnum vörnina, en Ragnar fljótur tilbaka og náði að brjóta á Sigurði. Sigurður og Róbert. Skiptum stöðu núna, vinstra megin Sigurður sækir og Róbert með skot, en fram hjá markinu. Og löngsending fram frá Daniel Frey, fram á Einar Rafn og hann fyrir gegn og skorar. Glæsilega gert hjá Daniel Frey Andrisinni í marki FH-inga. Og þeir eru komnir yfir að 9 heimamenn hér, 6-5, 2 mörk í röð frá þeim. Og þótt ótrúlegt með virðast er Daniel ekki enn komið með varið skot. Hins vegar 2 stóðsendingar. Sigurður Páll Sigfússon stjórnar núna sóknarleik Framara í stað Sigurðar Eggertssonar. Spilur eins og það sama kerfi og Sigurður gerði áðan. Róbert reyna kom boltanum inn á línuna á Harald. Erfið sending, dæmt lína á Jóhann Gunnar í kjölfarið. Og þá bruna FH-ingar fram, skilja Jóhann eftir og Andri Berg finnur hér Atla í vinstra horninu. Atli í gegn og skorar. Vel spilað hjá FH-ingum, keyra hraðaklaupin miskunnarlaust í bakið á Frömmurum. Andri Berg gerði vel í að sjá Atla í vinstra horninu. Atli hóf nú þennan vetur í eitruðu utandeildarliði Vals áður en hann var kallaður yfir í úrvalsdeildarlið FH. Stefán Darri Þórsson hjá Frömmurum, Jóhann Gunnar yfir á Stefán Darra, hann í horninu á nafna sinn Baldvin. Jóhann Gunnar reyna að koma boltanum inn á Harald, en prýðis góð vörn hjá FH-ingum. Tveggja marka munur, 7-5 fyrir FH. Haraldur kemur út á Jóhann Gunnar, sækir vörninni og misskilningur milli hans og Stefán Darra. FH-ingar vinna boltan og geysast af stað og hér er komin yfirtala hægra megin, allt opið fyrir Einar Rafn, en Ragnar kannski sótti þarna full litlum ákafa til að búa til opnununa fyrir Einar. Vel gert hjá Sigfúsi Páli hins vegar að laga þetta rétt. Geta FH-ingar náð 3 marka fórustu. Ásbjörn sækir að vörninni yfir á Ragnar. Ásbjörn aftur, áfram 2 línumenn hjá FH-ingum. Atli kemur í rút fyrir og opnar fyrir Loga. Ragnar, Ásbjörn. Ásbjörn með skotið og skorar! Annar markið hjá Ásbjörni og 3 marka munur FH-ingum í vil. Enn er framvörnin full flöt fyrir minn smekk. Til lítils að spila 3-2-1, menn alltaf á bakkundan andstæðingunum. Fyrir hálfleikur hálfnaður, 3 marka munur. Heldur dregið úr sóknarþunga Framara núna síðustu mínútur. Stefán og Sigfús Páll. Og Stefán Darri með lúmst skot, snöggt skot frá Stefáni Darra. Stórefnilegur strákur, Stefán Darri Þórsson. Minnka munin í 2 mörk. FH-ingar strax komið í sóknina. Ragnar sækir beint á vörnina, en skot hans er yfir og að dæmi aukakast á Stefán Darra. Daði Hafþórsson og Halldór Jóhann Sigfússon stýra framliðinu í þessum leik. Ásbjörn og Atli kemur út og sækir Loga á Ásbjörn og Ragnar, og hér er allt opnast fyrir Ragnar sem fyrir gegn og skorar. Ragnar Jóhannsson kominn á blaði í þessum leik. Aftur er 3 marka munur, 9-6 að þessu sinni. Sigur Ágústsson stendur þarna sterkur inn á línunni. Átti sinn þátt í að búa til þessa opnun fyrir Ragnar. Og þá tekur Daði Hafþórsson leikhlé á varnarmannabekk Framara. Fátt gengið sóknarlega hjá Frömmurum núna. 16 mínútur rúmar liðnar, komin 6 mörk. Mjög einfalt. Við vorum algjörlega með þetta, svo hættu að vera agaðir. Og náðu þessum upp. Þetta, Robby.
kemur aftur inn núna, Sibbi þú tekur aðeins lengra. Stefán Darri, þú kemur hérna varnarlega fyrir Ella og þú tekur bakverðinn og Jói fer inn í hot. Ok, þú fer inn í hot varnarlega og Stefán Darri kemur hérna. Já, við tökum það þannig. Herri strákar, sko, við þurfum aðeins að geta vörnina og vera að vinna meira saman. Við erum með þessa 2 línumenn og hérna að teygja okkur svolítið í sundur. Við verðum að vera meira saman í vörnina. Og svo sjónarlega, gefum okkur aðeins meiri tíma. Við erum að gala ofna og við erum að spila kerfin og komum að fullu í árásuna. Ha? Siggi, spilaði 4 vinstri. Nei, hérna, Sibbi, spilaði 4 vinstri. Kottu klippingur, Jói. Nei, 5 vinstri með það. Já. Þú voru að horfa þína línu. Þetta okkar leikur, höfum trú og höldum áfram. Koma. Já, þú ert inn á. Jói. Framarar tóku sér býsna langan tíma í þetta leikhlé og fá guldspjald að launum frá dómuruleiksins. Þetta er óskum einfalt, menn hafa mínútu í leiklið og ef þeir hlýði ekki flautin í dómarinu þá fá þeir bara guldspjald. Robert Aron kominn í sóknina aftur eins og við heyrðum í leiklíðinu. En Haraldur fyrirliði og Daði þjálfari vilja fá meiri aga í sóknina. Robert og Jón Gunnar út á Sigurspál, hann út í hornið á Stefán Baldvin sem fer í gegn og skorar. Spilakerfin til enda, það gekk þarna. FH-ingar hins vegar fljótir að koma sér í sóknina. Ragnar sækir að vörninni með skotið, Magnús Gunnar ver. Fjórða skotið sem Magnús Gunnar ver. Þá seinni bylgjan hjá Frömmurum. Robert Aron kom að boltanum inn á línuna á Ægi. Var ekki góð sending en Framarar fá aukakastið. Jón Gunnar og Sigfús skiptur stöðu við Robert. Og þá kemur Jón Gunnar inn á miðjuna og Logi Geirsson brýtur á honum og fær 2 mínútna brottvísun. Logi viðurkennir þarna brot sitt, var ekki viljandi, fer þarna í andlitið á Jóhanni Gunnari. FH-ingar öðru sinni einu færri í þessum leik. Sigurður Eggertsson kominn inn á aftur í lið Fram. Robert Sigurður, Jóhann Gunnar sækir að vörninni, þetta er þröngt hjá Frömmurum. Þá Robert og Robert fyrir gegn en skýtur fram hjá markinu. Þriðja skotið hjá Roberti sem hittir ekki ramman. Gæti kannski skýrt það af hverju Daniel Andriðsson er ekki enn kominn á blað. Það er markmann að verja ef skotið fer fram hjá markinu og rauninni frekar tilgangslítið að verja ef skotið er fram hjá markinu. Magnús Óli Magnússon kemur inn í sóknina hjá FH í stað Loga. Allir Rúnar áfram á línunni. Ásbjörn gegn Elíasi og Ásbjörn fer í gegn sjálfur og skorar. Þarna gáði Elías ekki að sér. Hann var farin að horfa í kringum sig á meðan Ásbjörn var ennþá með boltann. 3 marka munur áfram. Vel gert hjá Ásbjörni hins vegar að koma boltanum fram hjá Magnúsi þarna. Færi var þröngt. Mínúta þar til FH-ingar eru með fullskipalið. Robert Aron og Sigurður Jóhann Gunnar inn á Ægi á línunni. Hann er í hrömmunum og Atla Rúnari og aukakast dæmt. Hálf mínúta eftir að refsingunni hjá FH. Sigurður Eggertsson, Jóhann Gunnar út í hornið á Elías en Atli Rúnar gerir aftur vel. Slær þennan bolta út fyrir hliðarlínu og fá Framarar ekkert sérstaklega mikinn tíma í viðbót. Robert Aron lyftir sér upp sjálfur og með skotið og skorar. Annað markið hjá Roberti. Það fór hann bara sjálfur, fékk blokkeringuna frá Ægi. Ísak kom ekki út á móti. Það var ekki að sögum að spyrja. Þá FH-ingar með fullskipalið að nýju. Sigurður Örn Arnarsson kemur í markið í stað Daniels Freys. Logi Geirsson aftur í sóknina hjá Fram. Stefán Darri gegn honum núna.
skiptir við Elías í vörninni. Sækir og kemst fram hjá Stefáni og fer allanir sjálfur. En Björn Viðar Björnsson í marki Framara varði glæsilega fljótur þarna niður og loka á loga. Þá Jóhann Gunnar og Róbert Aron. Og Róbert hætti við, sendi boltan aftur á Jóhann Gunnar. Hér vilja FH-ingar fá skref, fá ekki guldspjald á hvern. Bentu þarna á Sigurð Ágústsson í því sem hann hljópa velli. Það var ekki guldspjald á bekkinn. Það var Sigurður sem fékk þetta guldspjald. Þannig að þeir geta óhindrað haldið áfram að æsa sig á bekknum hjá FH-ingum. Og Jóhann Gunnar með erfitt skot sem fór yfir markið. Seinni bylgjan hjá FH-ingum, Logi og Andri Berg yfir á Ragnar. Ragnar með skot, það er sömuleiðis framhjá markinu, yfir og framhjá. Róbert Aron, Sigurður og Jóhann Gunnar. Haraldur kemur út og sækir Jóhann Gunnar á Róbert á ferðinni, kemst hálfa leið fram hjá Ísaki en áfram gengur boltinn, Stefán Baldvin, Sigurður og Jóhann Gunnar komið langt inn á miðuna. Sigurður skot sem fer í Harald Þorvarðarson og hafnar svo hjá Sigurði Erni í markinu og Haraldur liggur þarna eftir. Sigurður virðist hafa skotið beint í andlitið á Haraldi og af stuttu, býsna stuttu færi. Þarna fær boltan beint í andlitið og Steinn liggur eftir. Og vona hann harki þetta af sér. Margt þægilegur en að fá handbolta óviðbúið af stuttu færi í pönnuna. Daði hefur nú svona vissar áhyggjur af þessu. Reyndar var Garðar Sigurjónsson svo sem kominn úr uppbytunargallanum áður en að Haraldur var skotið niður. Það voru með boltafar hérna á andlitinu eitthvað fram eftir vikunni. Það er svona fínu vangaður. Haraldur kominn á velli. Það verður nú vera talsvert eftir sig eftir þetta högg. Það var komið beint á augað. En áfram heldur leikurinn hins vegar. Magnús Óli áfram í skyttustöðinni. Og hér kemur hann, kemst halva leið fram hjá Ægi en kemur boltanum ekki áfram. Vel gert hjá Stefáni í vörninni hjá Frömmurum. Þeir bruna þá á staði seinni bylgjuna. Vandar reyndar einn. Ægir ekki á leiðinni fram. Róaði leikinn. En tveggja marka munur. Það hægst verulega markaskorun hér á síðara hluta þessa fyrri hálfleiks. Garðar kemur inn á línuna fyrir Harald. Sigurður skiptir stöðu við Róbert. Höndin komin upp hjá dómarunum. Róbert og Jóhann Gunnar hátt í loft upp og ítt í hann. En frábært skot hjá Jóhann Gunnari. Skorar 9. mark Framara og minna brottvísun á Ísak Rafnsson fyrir að hrinda þarna í Jóhann í loftinu. Akkurat þarna. Það er eina af fáum reglum sem er skýr í handbolta. Það má ekki hrinda. Það má ýta og stjaka en ekki hrinda. Og Ísak fyrir að velli þriðja brottvísunin á FH-inga í fyrri hálfleiknum. Framara konum með eina. Eins manns munur. Aftur Atli Rúnar inn á. Og Ragnar sækir að vörninni yfir á Loga. Stefán Baldvin nálægt því að komast á milli. Logi kemst hins vegar fram hjá honum og fer alla leið og skorar. En búið að dæma aukakast. Tók fullmörg skref þarna.
að mati dómarana. Stefán Baldvin komst upp með þetta að rjúka þann út. Logi aftur og Ásbjörn úti vinstra megin. Ásbjörn lyftir sig með skotið, Jóhann Gunnar ver það í vörninni. Boltinn aftur fyrir endamörk og FH-ingar halda sókninni áfram. 1 mínúta og 5 sekúndur þar til FH-ingar eru með fullskipa lið. Ragnar á Loga og þá Ásbjörn. Ásbjörn lyftir sig með skotið að þessu sinni, ver ægir það og Björn Viðar slær boltann svo aftur fyrir. Þá geta Framarar jafnað, Jóhann Gunnar. 50 sekúndur þar til FH-ingar eru með fullskipa lið. Sigurður, Jóhann Gunnar. Þá skipta Framarar, nota hér tækifærið. Þá langa og agaða sókn. Sigurður og Jóhann Gunnar. Róbert Aron. Sigurður Eggertsson með skotið sjálfur og skorar. Þriðja markið hjá Sigurði og hann jafnar metin í 10-10. Gekk eitthvað illa hjá honum að stilla hann upp í leikkerfi. Ásbjörn stóð þarna á öfuga höndina hjá Sigurði. Hvergi nærði að komast fyrir þetta skot. Og Stefán náði ekki að verja í markinu. Tæpa 6 mínútur eftir, 3 sekúndur þar til FH með fullskipa lið. Og Einar Andri kastar þá hér inn græna spjaldinu sínu og tekur leikhlé. Tæpa 6 mínútur eftir, jafnt í liðum og jafnt á vellinum. Fórustinni þannig? Já, stökkar. Við erum bara að halda áfram. Við erum búin að tapa 2-0 hérna Broddsonunum. Við erum alveg með þetta. Förum aftur í einn vinstri með og einn hægri með. Báðum megin. Logi, Ási, Raggi, Einar, Kalli og Siggi og spilum þetta á fullum krafti. Keyrum í innlýsingarnar á fullum krafti og reynum að finna fyrstu sénsana þar. Síðan crossblock. Og einn boll og Einari með á móti fyrst. Við getum prófað núna, það er tímasetning núna. Einn hægri með tvöfaldur. Einn hægri með tvöfaldur. Já. Tökum við aðeins sinni. Ok, hei, keyra tilbaka, mæta einn, spila á fullum krafti. Hei, höldum áfram. Einn hægri með tvöfaldur. Fyrir áhugamönnum leikkerfi. Þá fáum við að sjá það næst. Fimm mínútur og 46 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Einar Rapp með núna, klippir væntanlega við Ragnar sem að hleypur inn. Þetta er þá einn hægri með. Tvöfaldur væri þá akkurat þetta hér að Einar Rapp kemur á eftir og skorar. Vel spilað hjá FH-ingum. Einfalt sett upp í kerfi, virkar fullkomlega enginn að fylgjast með Einari Rafni. Hann skorar og meðan skorar Róbert Hostert hinum megin. Og jafnar metin að 9 í 11. Það var Ísak og setn út í Róbert Aron. 5 mínútur eftir, jafnt 11-11. Ásbjörn. Aftur fáum við sama kerfi, allavega fyrirpartin af því. Jó, sama, aftur kemur Einar Rafn á eftir og nú ná FH-ingar ekki að opna. Það gera þeir hins vegar hér fyrir Sigur Ágústsson sem skorar. Framarar vilja fá ólulega blokkvinningu þarna á Sigur fá ekki. FH-ingar komnir yfir að 9, Framarar mættir í sóknina hins vegar. Búin að sjá hinn ýmsu afbrigði af þessu sama leikkerfi FH-inga. Þeir halda frumkvæðinu í þessum leik. Sigurður skiptir um stöðu við Róbert og Róbert fær boltann núna beint frá Stefáni, klippir við Jóhann Gunnar og hann kemst á auðan sjó í gegn og skorar. Stórfít sóknarleikur sem við sjáum frá báðum liðum núna síðustu mínútur, 12-12 við staðan. Logi Geirsson sækir að vörninni. Andri Berg hættir við að skjóta og Ragnar sækir á Sigur sem hann nær að slá boltann úr höndunum á honum. Góð vörn hjá Sigurði Eggertsinni þarna. Hirti boltann af Ragnari. Jóhann Gunnar og Róbert Framarar róa leikinn núna, eða bara alls ekki. Róbert og þarna var Ragnar nálægt í að stela boltann tilbaka. Framar sleppur með skrekkinn og halda sóknina áfram.
Einar Andri vill fá höndin á lofti á dómurunum. Það ekki í augnablíkinu að minnstakosti. Jóhann Gunnar sækir að vörnin, lyftir sér upp, hættir að skjóta, stingur niður, fer í gegn og skorar. Fjórða markið hjá Jóhanni Gunnari og Framarar eru komnir yfir að 9-13-12. Stórvel gert. Já, tæpu nú á að lenda þarna áður en hann driblar. En þetta sjónarmunur og nánast vonlaust fyrir dómarinn að sjá hvort gerist á undan. Daniel Freyr aftur kominn inn á í markið hjá FH-ingum. 3 mínútur til leikhlés. Logi Geirsson, sama kerfið og við höfum séð hinum megin nokkru sinnum. Ásbjörn sækir að vörninni, finnur Loga á línunni, góð vörn hjá Frömmurum og aukakast dæmt. Róbert náði þarna að vera fljótur tilbaka og hirða boltan, en aukakasti var dæmt á Stefán Baldvin hins vegar. Sigurður kemur út fyrir núna. Ragnar, Logi og Ásbjörn á mættur vinstra megin. Logi sækir og kemur boltanum inn og Sigurður vel spilað hjá Loga Geirsson og Sigurður Ágústsson skorar annað markið sitt. 13 Framar að taka miðina rætt. Róbert, Jóhann Gunnar, Róbert aftur, Róbert með skot og Daniel Freyr nálægt í að verja en boltinn harnar í netinu. Og Framarar strax komnir aftur yfir 14-13. Fjórða markið frá Róbert Aroni. Það er of seint að ætla að fara út í hann þegar hann er búinn að lyfta sér upp. Eldsnöggur að skjóta Róbert Aron Hostert. 2 mínútur eftir. Framarar einu marki yfir. Logi. Og Ásbjörn kemst á hálfauðansjón. Vel gert hjá Róbert Aroni. Á hárréttum tíma þarna rauk hann út úr vörnin og braut á Loga. Og kominn yfirtala hægra megin hjá FH-ingum. Ásbjörn. Logi gegn Stefáni Darra, kemst ekki fram í honum, kemur boltanum út í hornið á Þorkell sem fyrir nú þröngu færi og skora gott mark. Jafna metin í 14-14, röð miðja hjá Frömmurum, Róbert Aron. Hætti við að senda á línuna, Jóhann Gunnar og Sigurður róar svo leikinn niður. Ægir Hrafn getur þá skipt af velli. Garðar áfram á línunni, Sigurður. Stefán Baldvin hleypur inn á línuna, Róbert Aron. Sigurður Eggertsson með skotið yfir á Ísakinn fram hjá markinu. Daniel Freyr sleppi löngur boltanum þó í leik og Ragnar á fullri ferð og lyftir sig upp með skot fram hjá Jóhanni undir Björn Viðarsson. Þannig ekki hjá Ragnari. Aftur röð miðja hjá Frömmurum. FH-ingar komnir yfir að 9. Hún har skorað 2 mörk í röð. Hlutinni gerast hratt hér, 40 sekúndur til leikhlés. Kom hérna rólegur kafli miðjan hálfleikinn, en síðustu 10 mínútur hafa verið bráðskemmtilegar. Sigurður, Róbert Aron inn á línuna á Ægi og Ægir Hrafn skorar. Það sofnuðu FH-ingar á verði í vörninni, 15-15. 18 sekúndur hafa FH-ingar til að komast aftur yfir og hér finna þeir Einar Hrafn inn á línunni, hann fellur við. 10 sekúndur. Ásbjörn er að flýta sér, Logi opnar hornið fyrir Þorkell sem fyrir gegn og skorar. Vel gert hjá Loga og Þorkelli Magnúsinni. Leiktíminn í fyrri hálfleik er liðinn. Þarf ekki mikinn tíma til að skora mark. Þorkell Magnússon, annað skipti á skömmum tíma inn úr þröngu færi. Og setur boltan á nærhornið aftur. Björn Viðar náði ekki að bregðast við þessu. Staðan í leikli er því 16 mörk gegn 15 heimamönnum í FH í vil eftir fjörugan og samt býsna kaflaskiptan fyrir hálfleik. Það sem að Framarar höfðu svona frumkvæðið fyrstu 10 mínúturnar þó það hafi nú verið jafnt á flestum tölum. FH-ingar komu svo 3 mörkum yfir, 8-5, 9-6 og 10-7. En Framarar jöfnuðu að 9 komu svo yfir 14-13 en FH-ingar voru grimmari á endarsprettinu og hafa einsmannsforystu í leikli og þá skulum við heyra í aðstoðarþjálfurunum. Byrjum á Elvari Erlingsinni frá FH. Já, mikið rétt, Einar Örn Jónsson, Elvar Erlingsson, þetta er bara stál í stál. Já, þetta er svona bæði lið frekar varfærnisleg svona í sínum aðgerðum ennþá. Við erum svona held ég á pari með okkar leik, okkar upplegg og gengur svona það sem við svona stóra áfallalausnar sem við lögðum upp með en okkur vantar markvörslu sárlega þannig að við höfum svona vonandi fáum við þar meira inn í seinni hálfleik heldur en fyrri hálfleiknum.
Frammistaða Daniels Freys, hún hlýtur að valda ykkur áhyggjum? Nei, ekki áhyggjum. Hann kemur inn, það er bara spurning hvernig það dettur. Bara spurning hvernig það hrekkur í gang? Já, hann spilar ekki 60 mínútur svona. Eitthvað sérstakt sem þið leggja áherslu á? Nei, ég held að við reynum bara svona að þétta í aðeins. Siggi er búinn að skora svona aðeins á okkur sem við ætlum ekki að gera. 3 mörk komið frá þar og við þurfum svona aðeins að fínpússa. Gangi vel, Elvar. Halldór Jóhann Sigfússon, aðstoðarþjálfari karlaliðsins í dag, venjulega þjálfari kvennaliðsins. Hvernig horfir þessi fyrri hálfleikur við þér? Já, hann horfir nú svona við mér að 16-15, tiltölulega mikið skora milli þessari liða en við þurfum að þétta varnarleikinn og við þurfum að fá okkur að markvarslu, það er ekki voru mikið markvarsla. Komist tvisvar yfir í leiknum og eitt skipti seint í fyrri hálfleik, það er kannski vonbrigði að vera ekki yfir í hálfleik? Já, við erum búin að fá við erum búin að skora okkur tvisvar í vinstra horninu, mjög þröngt að raun og veru. En við höfum kannski verið nógu skynsamar heldur sóknarlega, við höfum svona verið að taka kannski lélega sensa þegar við höfum haft alveg nægan tíma til þess að stilla bara upp. En þetta er bara hraður og skemmtilegur leikur og vonandi verður það bara áfram. Kannski áhuggefni að vera ekki yfir með markvörslunni í FH? Já, ég meina markvörslunni í FH og markvörslunni okkur, ég held að hún hafi verið svipað slög svo sem hjá báðum liðum. En það er náttúrulega búið að vera, eins og segja, búið að vera mikið skorað og ég held að bæði lið hafi yfir mörgum hlutum að spjalla yfir í hálfleik. Farðu að spjalla, Halldór. Takk fyrir það. En ég og Reynir Þór Reynisson ásamt Baldvin Þorsteinsinni, við munum krefja þennan fyrri hálfleik. Staðan í Kaplakrika FH 16, Fram 15. Reynir, tók Danni eitthvað bolta þessa mínútu sem ég var ekki að... Nei, ég held ekki. Skottið er svona góð form, annars var ég móður núna. Sveitur það. Heyrist alveg í okkur? Það ekki. Ok. Fritti sér til þess. Það kannski setja þess nær Reyni. Já. Já, ok. Þrjátíu sekúndur. Velkomin aftur í Kaplakrika áhorfendur góðir. Hér er í gangi hörkuleikur FH Fram, staðan 16-15. Hvítklæddum heimamönnum í vil. Baldvin Þorsteinsson er búinn að bætast í hópinn. Vertu velkomin, Baldvin. Takk. Þú varst að hita upp áðan. Já. Verður til í slaginn ef það kemur til meiðsla í FH-liðinu í úrslitakeppni? Já, ég lofaði Einari að fylla upp í hópinn ef einhver meiðist. Ég er búinn að borga í sektarsjóðinn í allan vetur, þannig að ég er alveg gjaldgengur. Þú varst fyrirlið FH-lið sem tók þann stóra 2011. Getur þetta FH-lið
leikir það eftir? Já, ég held að öll þessi 4 lið sem eru í úrslitakeppninni geti tekið titilinn. Þetta er mjög jafnt. Haukar voru afgerandi lið í byrjun vetrar en hafa svona aðeins gefið eftir og eru kannski ekki jafn afgerandi en ég held að öll liðin geti tekið þetta og bæði þessi lið sem er að spila í dag geta klárlega staðið upp sem Íslandsmeistarar. Kíkjum aðeins á fyrri hálfleikinn. Reynir Þór Reynisson sem fyrrverandi landsliðsmarkvörður og hlýtur að stinga í hjartað að sjá 0 skotvarinn frá Daniel Frey Andersen. Já, ég veit alveg hvernig honum líður og hvað slags tilfinningar eru hérna inn á brjóst. Hvernig líður honum? Hvaða tilfinningar Já, hann er bara náttúrulega svolítið týndur og svekktur með sjálfan sig og hann þarf bara aðeins að róa sig og núllstilla sig og bara koma aftur. Hann hefur getun í þetta, þannig að hann má ekkert fara að panika núna. Hann bara verður að koma kraft inn í seinni hálfleik og verður ekkert að pæla mikið í hlutunum og hann má ekkert hugsa mikið. FH-vörnin of flöt að eitthvað mati? Ég minnst kannski Robby sem er búinn að vera að fá dálítið frítt spil. Hann er það góð skytta, menn er að ganga aðeins lengur út í hann. Sigur Eggertsson hefur líka fengið að leika nokkuð lausum hala. Já, bara unnið sama þessi verið að koma dálítið skoti gegnum miðina og bæði Siggi og Robby geta alveg skoti. Þannig að mér finnst Andri og Ísak þurfa að ganga aðeins lengur út. Þráttur að markværslega á framsýn og ekkert sérstök, þá eru þó komin með einhverja 6-7 bolta. En af hverju er FH yfir í hálfleik? Svona varnirnar hafa verið að gefa svolítið eftir núna í svona seinni hlutina af hálfleiknum. Þetta var frekar rólegur leikur til að byrja með en svona hraðan hefur aukast og FH-ngarnir að spila sóknarleikinn mjög vel. Þeir eru að ná að teygja vel á vörn fram og svona þeirra besti maður varnarlega, Ægir, sem er mjög erfiður. Þeir eru að ná að teyma hann mjög langt út úr stöðunni og þeir eru að fá góða stöður hérna. Þeir eru að leysa mikið inn á línu og það er ekki mikið sem að skilur að en bæði lið hafa verið að spila sóknarleikinn mjög vel en varnarleikinn þurfa að bæta. Markaskorinn að dreifast vel á bæði lið? Já, hún er að dreifast mjög vel og þeir eiga samt svolítið inni finnst mér eins og Robby og jafnvel einhverjum fleiri en framararnir eru að spila saman hluti mjög mikið. Þeir eru að teyma hafsendin út úr stöðunni, þeir eru að klippa skiptunar inn og svo kemur reykingarna undir hafsendin, þannig að þetta er alltaf saman hlutur en þeir gera þetta svo vel og þeir hafa svo mikið leikskilninga þannig að þeir eru bara mjög sterkir og þetta eru mjög öflugir. Sjáum að boltinn hefur verið að fara svolítið í Daniel og svo í markið. Töluðum að sjálfstraustið hlyti að vera hátt hjá honum eftir að vera valinn besti leikmaður seinni hluta mótsins. Er hann ekki fljótur að ná sjálfstraustinu upp ef hann byrjar að taka 1-2 bolt? Já, ég held það. Eitt slagur hálfleikur, það er engin heimsendir og hann, eins og ég sagði bara hann verður að nústilla sig og menn eru kannski að hugsa svo mikið þegar þeir lendi í svona, þannig að hann verður bara að nústilla sig og hætta að hugsa. Baldvin, þú þekkir einir andra manna best. Hvað heldur hann sé að fara yfir í hálfleiknum núna með sínum mönnum? Ég held að bara farið þess áherslu sem var lagt upp með fyrir leikinn. Ég held að planið sem alveg að ganga upp en sóknarlega, en vörnin á aðeins inni og eins og Reynir segi, þeir eru með þeir eru að spila taktíkina rosalega vel. Þeir eru rosalega vel tímasett hjá sérmaður. Þannig að hann er örugglega bara að segja þeim að bæta vörnina, ganga lengur út og halda áfram með sókninni. Einhver leikmaður sem þú vilt sjá spreyta sig er Einar að rúlla þessu? Nei, ég held að Einar örugglega eftir að rúlla aðeins meira í seinni. Reyndar eins og sóknin hefur gengið vel, hann er ekkert eftir að rúlla mikið sóknilega, eins og mikið ástæða til en Magnús Óla eftir að koma inn á, sennilega Dóri líka í skiptina hægra megin, hvíla hans Raka. Mynd þú æfa með FH-liðinu það sem eftir er? Já, ég hef sem ætti í allan vetur, bara mismikið og ég er að æfa nú. Þú eru öðrum hnöppum að hneppa? Já, ég hef haft það já, en þetta er gaman og bara fínt að gefa smá tíma þetta líka. Reynir, er ekki alveg ómögulegt að spá fyrir hvernig þessi seinni hálfleikur þróast? Þetta kannski ræðist, maður sér það kannski á fyrstu mínútum hálfleiksins? Ég held það og fyrir hálfleikur maður sér að það er mikill hiti undir, svona undirliggjandi, menn eru að leggja sér mikið fram og það er mikið undir og mikil barátta og ég held bara að þetta innvíði verði bara svona allan tíman. Þetta verður 1-2 mörk til og frá og þetta er bara frábærlega og ég held að við mötum að fá mjög skemmtilega rimmi hérna með þessari liða. Já, það var harka í þessu í fyrirhálfleik eins og á að vera. Já. Innan eðlilegra marka. Við vorum að sjá ólíklegustu menn taka hraustlega á mönnum eins og Jóhann Gunnar. Hann er svona mikið prúðmenn en hann var að láta að finna fyrir sér og svoleiðis á þetta að vera og svona vilja áhorfendur fá þetta. Hann lét Loga Geirsson finna nokkuð hraustlega fyrir, ég fekk að fjúka út af 2 og svo setna í hálfleiknum sá maður Loga í rauninni, svara. Já, þetta er svona menn kunna vel við þetta og þetta er, mér líst bara vel á þetta er mjög skemmtilegt og mér líst vel á þetta. Þetta eru skemmtilega að horfa á, Baldur.
Já, þetta er búið að vera þetta er mjög góður handbolti. Við erum búin að fá smá frí og eru ferskir og þetta er bara loga góður fyrir framhaldið. 31 mark í fyrri hálfleik, þetta er það sem áhorfendur vilja sjá. Já, algjörlega og við þrífumst líka svolítið á þessari hörku og þannig að ég á von á skemmtilegum leik, það er ekki spurning. Daniel Freyr, hvað heldur hann takið marga bolta í seinni hálfleik? 8? Ég held að Daniel sé bara, hann er mjög sterkur andlega, hann er búinn að standa sig frábærlega síðustu ár og hann hefur átt sinn þátt í þessari velgengni, þannig að hann var ekkert svona lélegur markmaður á nokkrum dögum. Svo meginu markmenn, útileikmenn geta farið gegnum hálfleik og skorað ekkert eða 1 mark og enginn tala sérstaklega um það en markmenn meginu alveg eiga 1 mark. Já, nákvæmlega, hornamenn geta farið gegnum alla leikina eins og Baldur þekkir á hans að gera neitt og senda. Baldur, þekkir þú það? Já, maður. En þetta er bara með markmennar, þeir eru bara svona mikilvægir og Daniel verður bara að hafa karakter og karlmennsku þegar að koma inn í seinni hálfleikina krafti. Af krafti, segir Einar, ég held að sé vel við hæfi að fyrir að senda boltan á Einar Örn Jónsson. Hann er nú hornamaður sem þekkir það, við segjum ekki með það. Já, best að hafa sem fæst orð markverði almennt bara. Það vita það allir sem að það þurfa að vita hvernig markverðir eru. En það er sé allt klárt í síðara hálfleikinn. Ingvar og Jónas eru klárir með flauturnar sínar og eyrnatækin reynda líka. F-háingar, ekki nóg með þeir hafi skorað síðasta markið á lokasekúndunum, heldur byrjaðir með boltan sömuleiðis. Og byrja hér síðari hálfleikinn. Litlar breytingar á liðunum. F-háingar með sama lið og byrjaði leikinn. Og Framarar sömuleiðis. Magnús Gunnar kominn aftur í markið. Logi Geirsson og Ragnar hinum meginn sendir boltan út í hornið á Einar Rapp, sendingin og framalega og aftur fyrir Róbert Aron. Sækir að vörninni yfir á Jóhann Gunnar, hann inn á línuna á Ægi en Ragnar brýtur snyrtilega á Ægi Hrafni. Kemur sendingin inn og þarna nær Ragnar að brjóta á Ægi. Þerra hér á boltanum. Haraldur Þorvarðarsson ekki komið við sögu eftir að skauta hann í kaf í fyrri hálfleiknum og Haraldur verður hér bara að trítla inn á varamannabekkinn hjá framurum í uppbytunargallanum. Róbert Aron hins vegar áfram líkt og Sigurður og Jóhann Gunnar. Sigurður Eggertsson hér með lúmskot og þetta vel Daniel Freyr Andriðsson og aukakast, lítið dæmt á Elías, aukakast kannski öllu heldur með hvað Daniel tók aukakastið. Boltinn endar inn á línunni hjá Einari Rafni og hann skorar fjórða markið hjá Einari Rafni. 2 marka munur F-háingum í vil. Laumaði sér þarna inn á línuna. Framarar allt og framalega, enginn að hugsa Einar. 17-15 í staðan. Sigurður og Róbert. Skiptum stöðu núna. Stefán Baldvin beint á Róbert. Hann sækir að vörninni, finnur Sigurð sem kemur boltan múti vinstra hornið á Elías sem fer í gegn og Daniel Freyr ver aftur og fá hvað? Jú, dæmt lína hér á Elías. Boltinn hefur farið af Elíasi eftir að Daniel varði. Til að lyfta boltanum yfir Daniel Freyr. Það gekk ekki. Daniel kom með 2 varinskot á fyrstu 2 mínútum síðari hálfleiks. Ásbjörn og Logi og Ásbjörn aftur. Logi sækir að vörninni, kemst halva leið og opnar fyrir Ásbjörn. Róbert nær að loka á þetta en vel gert hjá Ásbjörn að koma boltanum áfram. Þá var Stefán Baldvin hins vegar mættur að brjóta. Logi og Þorkell skipta hann stöðu. Skipta væntan aftur stöðu núna og Logi svo inn á línuna.
Nei, Logi hætti við að fara inn á línuna, opnar allt fyrir Ásbjörn, sendingin erfið, Ásbjörn nær honum á endanum, en aukakast dæmt. Þorkell, Logi og Ásbjörn, nú hleypur Logi inn á línuna, þá sækir Ragnar af vörninni og skoti kemur svo frá Ásbyrni, Magnús Gunnar verða Einar Rafn nær frákastun og skora. 3 marka munur aftur. FH vil Framarar komnir strax í sóknina aftur. 5. markið hjá Einari Rafni. 3. markið sem hann skorar af línunni. Robert Aron inn á línuna á Garðar. Garðar lyftir yfir Daniel Frey og í þverslána. Seinni bylgjan hjá FH-ingum. Logi Geirsson, Andri Berg. Yfir á Ragnar. Hann kemst ekki fram hjá Ægi. Aukakast dæmt. Lítið gengið hjá Frömmurum að skora hér á fyrstu 4 mínútum síðari hálfleiks. 2 skot til Daniel Freyr varið, það þriðja fór í þverslána. FH-ingar geta þá náð 4 marka fórustu í fyrsta sinn í þessum leik. Ragnar yfir á Ásbjörn og hleypur svo inn á línuna. Áfram heldur sóknin hins vegar. Þorkell í horninu, út á Ásbjörn, höndin komin upp hjá dómurunum. Einar Rafn sækir af vörninni og nær skotinu hér beint í Ægi, nær frákastinu sjálfur og þá dæmt aukakast. Einar Rafn fengið einhvern nikk þarna á hálsinn sínst mér. Það þarna smá nikk og þá notar Ásbjörn tækifærið og skýtur og skorar. 4. markið í Ásbjörni Friðriksinni og 4 marka munur, 19-15 afleitt byrjun á seinni hálfleik hjá Frömmurum. Gengur lítið sem ekkert hjá þeim sóknarlega og varnarlega hafa FH-ingar nýtt alla sínar sóknar. Róbert sækir hér. Það kemst fram hjá Ísaki en Andri Berg var mættur hann til að hjálpa að loka en Ísak fær 2 mínútna brottvísun. Einar Andri ekki ánægður með dómarana sem hann hérna missir af Róberti. Þetta er nú ósköp lítið, hann hættir við og slísast þarna með hendina aðeins í hann. Þetta er svona má rek út af fyrir þetta en þarf ekki að rek út af fyrir það. 4. brottvísunin á FH-inga. Sjá hvað Framar að gera, einum fleiri eru í vandræðum allavega til að byrja með. Sigurður Eggertsson sækir þá Róbert út í hornið á Stefán Baldvin. Róbert aftur lyftir sig upp með skotið og Daniel Freyr ver afleiðilega spilað hjá Frömmurum, einum fleiri. Daniel Freyr kom með 3 skot af 3 í seinni hálfleiknum. FH-ingar hér í mestu makindum, einu fyrir. Hann liggur lítið á. Ásbjörn Friðriksson gerir þetta hins vegar vel, nær að opna næstu fyrir Þorkell. Sendingin endar ekki hins vegar hjá FH-ingi. Elías Bóasson er þá kominn fremstur í það upplaupið, víti og væntanlega 2 mínútna brottvísun á Loga Geirsson. Nei, ekki ætlaði að reka hann út af. Þetta er nú ósköp einfalt. Ef það er brotið á fremstamann í það upplaupi, þá er það víti og 2 mínútur. En Salmónsdómur má deilum hvort hann hafi verið fremstur þarna ekki, sennilega. Og ég ekki rekin út af. Vítakast hins vegar dæmt og Framarar eru hér steinhissa á þessari dómgæslu. Fyrsta víti sem Framarar fá í þessum leik. Jóhann Gunnar fer á vítalínuna gegn Daniel Frey. Við höfum varið allt í upphafi seinni hálfleiks. Hvað gerir Jóhann Gunnar hér? Hann skorar 5. markið hjá Jóhanni Gunnari og fyrsta mark Framara í seinni hálfleik kemur eftir tæpar 6 mínútur í síðari hálfleik. 3 marka munur þá. Tæpar 50 sekúndur þar til FH-ingar eru með fullskipað lið. Ásbjörn, Þorkell og Ragnar. Ragnar kemst ekki fram hjá Róberti.
Þorkell hleypur aftur út í hornið, kemur svo aftur hér út fyrir og Jóhann Gunnar brýtur á honum. Og aukakast dæmt á Jóhann Gunnar. Fór nú fram á ystunum þarna í löglega og Logi losar sig hér meistarlega fram hjá Elíasi og skotið er frábært hjá Loga Geirssyni. Frábærlega skotið hjá Loga. Tók sig upp í honum, gamall hornamaður þarna. Nær honum vel fram hjá Magnúsi Gunnari en Jóhann Gunnar skorar þá hinum megin. Jóhann Gunnar skorar jafnharðan fyrir fram hinum megin og Þorkeli Magnúsinni vikið af velli sömuleiðis. Þorkell Magnússon fær tveggja brottvísun og FH-ingar voru nýkomnir með fullskipalið. Ítti þarna á eftir Jóhanni. Andri Berg tók svo sem í hönduna á honum í leiðinni. 3 marka munur, FH-ingar einum færri. Í 5. sinn í þessum leik. Magnús Óli, Ragnar aftur og Magnús Óli kominn yfir hægra megin núna, hleypur inn á línuna, Ásbjörn fyrir utan. Og Logi sækir að Elíasi, kemst fram hjá honum, kemur boltanum á Einar Rafn inn á línunni en Róbert náði að brjóta á Einari Rafni þarna. Já, Ragnar kemst ekki fram hjá Róberti, aukakast dæmt. Logi og Ásbjörn með skot og skorar! 5. markið hjá Ásbjörni Friðriksssyni, 21-17 er staðan þá Framar að taka miðuna hratt. Jóhann Gunnar, Sigurður yfir á Ægi og Ægir skorar. Það er að batna sóknin hjá Frömmurum. Vörnin er hins vegar ennþá í mólum hjá þeim. Ægir Rafn með annað markið sitt í þessum leik, 18. mark Framara. 45 sekúndur þar til FH-ingar eru með fullskipa lið. Virðist nú skipta á litlu máli að við reynum færri núna, allavega í upphafi seinni hálfleiks. Nú skora 2 mörk einum færri. Ásbjörn kemst ekki fram hjá Jóhanni. Björn Viðar kominn í markið aftur hjá Frömmurum. 20 sekúndur þar til FH með fullskipa lið. Ragnar og Ásbjörn, Magnús Óli kemur út fyrir og sækir á Ægi og kemst ekki fram hjá honum. 10 sekúndur þar til FH fær 7. mannin inn á. Sóknin orðin býsna löng hjá þeim. Logi sækir vörninni og fær hér högg í andlitið og 2 mínútna brottvísun á Ægir Rafn sem vill meina að hann hafi farið í bringuna á honum. Sýnist nú að Loga að það hafi alls ekki verið svo. Ekki gott að sjá það þarna. Logi hefur nú yfirleitt ekki verið að kvarta eða kasta sér í gólfið að ástæðulausu. Fyrsta brottvísun Ægis. Önnur brottvísun FH-liðsins og akkurat á sömu sekúndunni fengu FH-ingar 7. mannin sinn inn á, þannig að nú eru þeir einum fleiri. 9 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Ragnar, Ásbjörn, Logi út í hornið á Þorkell fyrir gegn og brotið á honum og vítakast dæmt á Elías. Björn Viðar kom hann langt út á móti og varði. Búið að brjóta á Þorkeli. Og stígur þarna inn í Þorkel. Býsna stórt síðasta skrifið hjá Elíasi þarna. Einar Rafn fer þá á vítalínu. Björn Viðar til varnar. Einar Rafn með víti og skorar af miklu öryggi. 6 mörk frá Einari og FH-ingar halda 4 marka forystu sinni. 22-18. Ásbjörn kemur hér langt út úr FH-vörninu og leikur gegn Sigurði. Fylgir Sigurði. Hann út á vinstri vænginn. Róbert á miðinni. Mínúta þar til Framarar eru með fullskipa lið. Jóhann Gunnar og Róbert. Stefán Baldvin hleypur inn á línuna. Róbert sækir og á í vandræðum hér finnur Sigur Eggertsson á endanum. Áhorfendur vilja fá höndin á loft. Hér kemur hún á loft hjá dómarunum. Elías sækir að og Róbert er frýr, alveg frýr vinstra megin og hann fyrir gegn og skorar. Það sváfu þeir á verðinum, FH-ingar í vörninni. Stefán Baldvin var hlaupinn úr horninu og
Það var allt galopið fyrir Róbert. Einar Rafn elti þarna Stefán Baldvin fullan. 5 mörk frá Róberti. 3 marka munur að 9, 20 sekundur þar til Framar að fá 7. mannin. Logi út í hornið á Einar Rafn. Og Ásbjörn stillir upp á 9. Sækir á vörninni, tekur skoti sjálfur og skorar Ásbjörn Friðriksson. 6 mörk hjá Ásbjörni. Og Daði Hafþórsson tekur þá leikhlé fyrir Framara. Líst ekki á varnarleik sinna manna. F-fangur búinn að skora 7 mörk hér í upphafi síðar á leiks. Förum í 5+1. En við þurfum að fá vörðina, við erum að vinna vörðina sama, allir sem einn. Það þýðir ekki að hann fari bara út og við stöndum bara flatt í niðri. Við þurfum að færa hann allan tíma. Er þið klári? Sóknarlega, við þurfum meira tempo. Skýtum aðeins, við kemur í. Ok, strákar, breytum þessu leik núna, gefum í þetta. Er þið klárir? Að fókus á hendinni stómar. Hættum að gott. Gefum allir í þetta, maður. Gefum allir í þetta, maður. Já, Framar ætla kannski ekki alveg skipta vörn, breyta vörninni. Fara í 5+1 vörn. Nú Ósköp Keimlík 3+1 vörn. Þeir eru 4 mörkum á eftir 20:19 er staðan fyrir F-fáinga. Og eru auk þess einum færri í heila sekúndu í viðbót. Hann með húnliðin og Garðar kemur inn á. Sigurður Páll á miðjunni, Sigurður Eggertsson búinn að taka sér sæti á bekknum. Stendur endur á bekknum. Sigfús Páll, Jón Gunnar og Róbert sækir að Ísaki, kemst ekki fram hjá honum. Sigfús Páll og Jóhann Gunnar, Róbert og Sigfús allt inn á miðjuna núna hjá Frömmurum. Róbert með lúmst skot og skorar. Það var eitrað skot frá Róbert Aronni. Með, já, Ísak var með hann í fanginu og að brjóta á honum. Nær skotinu alveg yfir í hitt hornið. Náða húkonum hérna allaveg tilbaka og Daniel náði ekki að sjá við því. 3 marka munur. 5+1 vörn hjá Frömmurum úti á Ragnar og Ásbjörn við það opna vörnina en Jóhann Gunnar fljótur þarna stal boltanum en sendingi frá honum fram á Stefán ekki góð. Príðisvörn hins vegar hjá Ragnari. Fljótu tilbaka og hirti hennar bolta allt opið fyrir Einar Rafnin á línunni. Eða, já, ekki alveg allt opið. Sigfús Páll lokaði. Það eru þessi tækifæri sem Framarar verða að nýta sér þegar þeir eru 3 mörkum undir á útivelli og Ásbjörn gerir þetta meistarlega og skorar. Skildi Ægir þarna eftir. Framarar virðast ekki alveg ráða við þessa vörn sína. Sitja eftir býsna oft. Og eru 4 mörkum undir að 9. Sigfús komur hér yfir vinstra sækir að vörninni. Róbert Aron, Jóhann Gunnar. Sigfús alveg yfir í hornið hægra megin. Ætluð, þessi sending var ætluð Elíasi en Þorkell gerði verið þarna og hirti boltann. Seinni bylgjan hjá F-fáingum. Andri, Ragnar og þeir róa svo leikinn niður og skipta. Ísak og Andri fara út af. Sigurður og Ásbjörn inn á. Ásbjörn, Logi og Logi með sendingu inn á Sigurð sem skorar. Vel spilað hjá F-fáingum og 5 marka munur. F-fá í vil. 25-23 mörk frá Sigurði Ágústsssyni. F-fáingar með ótök á þessum leik. Stefán Darri kominn í sóknina og Jóhann Gunnar kemst hér á auðan sjó en þá er Daniel Freyr mættur og ver fjórða skotið og svo með langa sendingu fram á Einar Rafn og hann fyrir í gegn en Björn Viðar ver
Annarskotið hjá Birni. Stefán Baldvin reynir að komast fram hjá Andra og gerir það nær skotinu en aukakast dæmt. Skotið fram hjá markinu. Stefán Baldvin með 1 mark til þessa í leiknum. Sigfús og skiptir nú stöðu með Jón Gunnar, sækir markinu Elías. Jón Gunnar inn á línuna á Garðar sem nær ekki að grípa boltann, enda búið að brjóta á honum. Aftur sama kerfið hjá framvörum, Jón Gunnar. Þá kemur Stefán Darri aftur fyrir, hættir að skjóta, Sigfús Páll, Jón Gunnar. Og Jón Gunnar reynir hér að fara í gegnum vörnina. Gengur ekki, Andri Berg sem fyrr þéttur í vörninni. Sigfús Páll reynir snöggt skot, það fer í öxlina á Andra Berg. F-fáingar bruna af stað í hraðaplaupið. Ásbjörn og Ragnar fyrir gegn og Ragnar Jóhannsson skorar. Þriðja markið hjá Ragnari, 6 marka munur, 26-20. Fyrir seinni hálfleikur, rúmlega hálfnaður. Og F-fáingar búnir að skora 10 mörk gegn 5 í seinni hálfleik. Vörn og sókn Framara, afleit eiginlega í seinni hálfleiknum. Meðan öllu betur hefur gengið hjá F-fáingum. Stefán Darri inn á miðjuna. Það Sigfús Páll og þéttur varnarmúr F-fáinga. Jón Gunnar fellur hér við, þetta skref. Ruðningur, skiptir engu, boltinn einfallega bara dæmdur af mönnum þegar þetta. Ásbjörn kemur þá, triplar vörninni, fer sjálfur, lyftir sig upp með skot og Ásbjörn Friðriksson skorar 8. marki á honum og 2 mínútna brottvísun á Garðar. Að auki hér þarna allt og lengi. Hefði átt að sleppa strax leið og hann var búinn að missa á honum. F-fáingar leika hér á allsoddi í síðari hálfleik. Þriðja brottvísunin á Framara, önnur hér í síðari hálfleiknum. Aðeins fyrir aðra gólfið hér. Þessi sömu lið mættust í undanúrslitum fyrir 2 árum síðan. Þá Rimmu vann FH 2-1. Nú var eins og að vinna 3 leiki í undanúrslitum. En þá voru 2011 unnust allir leikir á heimavelli. FH vann báða leikina hér í Krikanum. Framarar unnu leikinn sem var í Safamýri. Hér sækja Framarar einu færi, Elías og Stefán Darri. Sigfús Páll reynir að fara fram hjá Ragnari, það gengur ekki. Gleraugun fljúga þarna af Sigfúsi Páli. Stefán Darri. Stefán Baldvin hleypur slunni á línuna. Sigfús Páll reynir að búa sér til gat hér á vörninni, það gengur ekki. Stefán Darri með erfitt skot. Hann fór yfir markið. Finna enga leið í gegnum FH-múrin í augnablikinu. Andri Berg inn á línuna á Einar Rafn, en þarna går Stefán Darri á milli. Hraðaplaup hjá Frömmurum. Og boltinn inn á Stefán Baldvin sem skorar yfir Daniel Frey. Vel gert hjá Stefáni og Jóhanni Gunnari. Jóhann var nú nálægt í að lenda hann í vandræðum með að koma þessum bolta frá sér. En á meðan hann endar í netinu, þá er öllum sama. 45 sekúndur þar til Framarar fá 7. mannin inn á. Ragnar lyftir sér upp, engin út á móti, en Björn Viðar ver þetta Jón Gunnar nær frákastinu. Þriðja skotið sem Björn Viðar tekur. Sigfús Páll sækir og Sigfús Páll með snöggt skot og hann skorar. Framarar ekki búnir að gefa þetta eftir að ná þessum mun niður. Þó munar 5 mörkum og rúmar 12 mínútur eftir að leiknum. 15 sekúndur þar til Frammer með fullskipa lið. Andri Berg heldur áfram í sóknarleiknum núna. Dregur hér frá fyrir Ásbjörn sem lyftir sér upp og klínir boltanum upp í sandinn. 9. markið hjá Ásbjörni Friðrikssoni.
28 mörk hjá FH-liðinu. Ásbjörn er vel yfir sínu meðaltali í vetur. 5,2 mörk. Komið með 9 núna og það ennþá 12 mínútur eftir. Framarar konur með Garðar aftur inn á eftir brottvísun. Robert Aron sömuleiðis kominn inn á 9 í stöðuna. %40% markvarsla hjá Daniel Frey í seinni hálfleiknum. Eitthvað öllu minna hinum einn. Robert Aron, Sigfús, Jón Gunnar og Robert, Sigfús Páll aftur og Sigfús fer fram hjá Ragnari og í gegn og fær vítakast. Þarna beið Ragnar helst til aftarlega. Sigfús Páll er endfljótur, Jón Gunnar á vítalínuna gegn Daniel Frey og Jón Gunnar skorar 7. markið hans. Og Framar að minnka munin aftur í 5 mörk. Daði áhyggjufullur á bekknum. Tæpar 11 mínútur eftir. Núna leikur Stefán Baldvin á móti Ásbirni. Magnús Óli á miðunni. Og Robert Aron nærði því að stela þessari sendingu frá Magnúsi. Áfram heldur sóknin. Ragnar með sigur með sér inn á línunni. Ragnar lendir í vandræðum en kemur boltanum á Magnús Óla sem fyrir gegn og skorar. Það var Jón Gunnar rokinn út úr vörninni til að stela boltanum en þeir sáu við því FH-ingar Framarar fljótir í sóknina og búið að dæma aukakast. FH-ingar ætla ekki að gefa Frömmurum neitt séns á að komast aftur inn í þennan leik. Halda marka mun 10 mínútur eftir fer þetta verða erfitt hjá Frömmurum. Robert Aron reynir hér sendingu á Ægir Hrafn sem var vonlaus. Og FH-ingar af hálfum hugir það við og Framarar náðu tilbaka að brjóta. Stoppa leikinn hér til að þurrka boltanum. FH-ingum leikur lítið á núna og með skynsumum leika er að sigla nokkuð örugglega í hús. Ásbjörn og Einar Rafn klippir núna við Ragnar. Ragnar fer sjálfur og dæmt skref á Ragnar Jóhannsson. Björn við að dundra boltanum hér fram í átt að Stefáni Baldvini en þar var Ásbjörn Friðriksson mættur. Hér er allt opið fyrir Einar Rafn, hann fær boltan fyrir gegn og setur hann snirtilega yfir Björn Viðar. 7. markið hjá Einari Rafni, 7 marka munur. Allt galopið hér fyrir Einar Rafn. Ásbjörn beið bara eftir því að geta sent á hann. 30 mörk eru FH-ingar búin að skora og enn eru 9 mínútur eftir þessum leik. Það segir kannski eitthvað varnarleik Framara í seinni hálfleik. Komið með 14 mörk á 20 mínútum FH-ingar. Hákon Stefánsson kominn inn í lið Framara í fyrsta skipti í þessum leik. Robert Aron með skot sem Daniel Freyr ver næsta auðveldlega mættur í hornið og tók þetta. Magnús Óli róar hér leikinn niður og það gefur Andra Berg færi að skipta velli. Og Ásbjörn heldur sig við það sem að virkar áfram með sama kerfið og hefur gefið FH-ingurum ófamörkin í þessum leik. Ragnar sækir og sendir boltanum á Magnús Óla, hann út í hornið á Þorkel, allt galopið og Þorkel fyrir gegn og skorar. Tæta í sig vörnina hjá FH-ingum hér með Frömmurum trekk í trekk. Galopið færi fyrir Þorkel, getur gert það sem hann vill og skorar 4. markið hans í þessum leik. 8 marka munur, 31-23. Sigfús
yfir á Hákon. Hákon kemst ekki fram hjá Ásbirni. Og þá tekur Daði Hafþórsson aftur leiklið. Annar leiklið hjá honum í seinni hálfleik. Enda staða Framara orðin býsna vonleysisleg. Strákar, það örfá mínútur eftir. Gefum okkur nú hérna alla í þetta. Bæði varnarlega og sóknarlega. Við erum bara að fara illa með síðustu sókninni bara út af einhverju rugli og við erum ekki með varnarlega. Klárum með eins og menn. Já, erum við þetta að finna? Erum við þetta að finna? Koma! Veistu þig? Já. Svolítið að eins og Framarar séu búin að sætta sig við að verði erfitt að ná þessum mun eitthvað niður. Það var eins og að klára leikinn. Sjö mínútur og 35 sekúndur eftir þessum leik. 8 marka munur. Ég ætla ekki að segja að það sé vonlaust að ná þessu fórskoti niður. Orðum það bara svoleiðis að það er ákaflega sjaldgæft að svona munur hverfi í handbolta. Enda eru Framarar búnir að planta sínum lykilmönnum á varamannabekkin. Fá ungu strákarnir að spreita sig hér hver á fætur öðrum. Sigfús Páll inn á Garðar á línunni. Garðar fer sjálfur og fær vítakast. Skoraði hann reyndar, en vítakast dæmt. Þetta mark hefði nú bara alveg mátt standa. Þetta fer Garðar sjálfur á línuna. Hann ætlar að fá þetta mark sama hvað raular og tautar. Og Garðar tekur víti og skorar af öryggi. Fyrsta markið hans. Það voru tæpar 7 mínútur eftir. Daniel ekki fjarri því að verja þetta víti. Halldór Guðjónsson og Ari Magnús Gersson komnir inn hér á hægri vænginn hjá FH-ingum. Einar Rapp og Ragnar fá að hvíla sig. Magnús Óli sækir hér og nær fríu skoti, en Ægir gerði þarna vel í að setja sína löngu ramma fyrir þetta skot. Magnús Óli. Ásbjörn og Magnús aftur. Ásbjörn hleypur inn á línuna. Halldór lyftir sig upp og skýtur og skorar. Fyrsta markið hjá Halldóri nýkominn inn á í þennan leik og skorar enga stund af því. Var í láni hjá Stjörnunni fram í febrúar þegar hann sneri tilbaka til síns uppeldisfélags í Kaplakrika. Hákon og Sigfús. Ægir kom hann út fyrir á Stefán Darri og Sigfús aftur og Stefán Darri ætti við að fara hann í gegn, sendi á Stefán Baldvin og hann fer hins vegar sjálfur og skorar. Þriðja markið hjá honum í þessum leik. 5,5 mínútur eftir. Stefán Baldvin lyfti sér upp fyrir utan. Nú gefa hornamönnum það þegar þeir lyfta sér upp fyrir utan. Áfram 7 marka munur og Framarar búin að kasta inn handklæðinu og bæði lið nýta þetta hér til að hvíla sína menn eins og hægt er. Ásbjörn, Ari, Ásbjörn aftur og Halldór höndin komin upp hjá dómarunum. Magnús Óli, nú er að koma skot og það kemur frá Magnús Óla, en búið að dæma aukakast. Stefán Baldvin ítti þarna eftir honum. Halldór inn í skotið, fer beint í vörnina, en Ásbjörn réttur maður á réttum stað inn á línunni. Hirðir þarna lausa boltan, skorar 10. markið sitt og 33. mark FH-inga. Björn Viðar kominn þarna út úr markinu og Ásbjörn kom með 10 mörk. Hákon og Stefán Darri. Stefán með skotið og Daniel Freyr Andrésson aldeilis
hert á sér hér í síðara hálfleiknum. Það er ekkert skot í þeim fyrri, kom með 6 í seinni af 16 skotum Framara sem hafa hitt rammann. Halldór og Ari. Magnús og Andri Berg hliður í skoti, lyftir sér upp og skorar. Andri Berg kominn hér á blað og 9 marka munur, 34-25. Þetta skot andra, þekkja náttúrulega Framarar, sennilega besta andra. Pínu hygg, svo lyftir hann sér upp og skýtur. Lékum árabil með Fram og raunar spilar systir hans þar en Birna Berg Haraldsdóttir. Hins vegar uppaldir F-fáingar og Andri kominn á heimastöðunar og búinn að skora fyrir dag. Og hér finnur hann Sigur Ágústsson inn á línunni og hann reynir að lyfta boltanum yfir Björn Viðar. Ekki gengur það. Og löng sending fram hjá Birni og aftur komast F-fáingar á milli. Björn Viðar búinn að lúra boltanum hér í tvígang fram og F-fáingar í bæði skipti komist á milli. 9 marka munur, tæpar 3 mínútur eftir. Framarar, já, örugglega ákaflega langt frá því að vera sáttur við sína frammistöðu í þessum leik. Liðið ekki svipur hjá Sjón miðað við það lið sem vann 9 leiki í röð í NA-deildinni fyrir alls ekki svo löngu síðan. Þorkell Magnússon fer inn og Björn Viðar stendur kjur og ver en Framarar steinsofandi í vörninni og Magnús Óli nær þessu frákasti og skorar. Og 10 marka munur núna. Og Björn Viðar með þetta og boltinn dettur bara af himnum beint í hendurnar á Magnús Óla. Honum ekki á nein mistök, 2 mínútur eftir og 10 marka munur hér. Stefán Darri og Hákon. Stefán Darri aftur. Sigfús Páll opnar hornið fyrir Stefán Baldvin en sendingin hins vegar allt of há og fer út af. Daniel Freyr með langa sendingu fram, hún hafnar hjá Þorkeli sem að skila boltanum snarlega beint aftur til Framara. 1,5 mínútur eftir núna. Var hann ekkert vitlaust fyrir Framara. Hreinlega að reyna bara að spila út, þeir fá allan ekki á sig mark á meðan. Garðar kemur út fyrir Hákon og Stefán Darri. Stefán Darri inn á Garðar, vel gert hjá þessum ungu strákum í framliðinu. Stefán Darri nýtti snerpuna og fann Garðar sem að rykti þarna aftur fyrir Magnús Óla. 9 marka munur. Markatalan skiptir náttúrulega engu máli í úrslitakeppninni en það er hins vegar alltaf sálrænt gott að vinna með 10 mörkum. Að samanskapi er það alltaf sálrænt frekar leiðinlegt að tapa með 10 mörkum. 40 sekundur eftir, Magnús Óli fer í gegn, Björn Viðar ver frá honum, Hákon nær frákastinu og Framarar bruna af staðir Haflöf. Ná nú þessu bolta á endanum, Arnar Snær Magnússon gerði það, kemur honum strax í leik og Ægir Hrafn fer í gegn og skorar. Þriðja markið hjá Ægi, minkar munni niður í 8 mörk, 20 sekundur eftir. Ekki ná F-fáingar 10 marka sigrinum. 15 sekundur eftir. Og boltinn nær hér ekki inn á Sigur. Síðustu 5 sekundunar hér. Halldór lyftir sig vantarlega upp og skýtur og gerir það og skorar Halldór Guðjónsson. Þeir enda síðara hálfleikinn eins og þeir enduðu þann fyrri með marki á lokasekundunum. 30. og 7. mark F-liðsins í þessum leik. Annað markið hjá Halldóri. Þetta er góða innkomu hér í lokin, nýtti sinn tíma vel. Ásbjörn Friðriksson var hins vegar markahæstur hjá F-liðinu með 10 mörk og hann er klár hjá Hauki. Nákvæmlega einu 10 mörk í 12 skotum. Ásbjörn, það hlýtur að létt taka fyrsta leikinn á heimavelli. Já, það hefur brauðsúrt að tapa hérna í fyrsta leik. Við mættum ákveðnir og mér fannst einhvern veginn svona alla leikinn höfum við takið hérna heimavelli í dag. Munurinn á fyrri og seinni hálfleik? Í fyrri hálfleik vorum við bara ekki nógu góð varnarlega. Sóknarleikurinn gekk mjög vel. 16 mörk með mesta sem við skoraði í fyrri hálfleik hérna á heimavelli í vetur. En hérna
aðalega vorum við að láta draga okkur út í stöðu trekk í trekk og ekki nógu þéttir sem við svona lögum í seinni hálfleik og fengum markvörslu frá Danna. Ásbjörn fara að þakka með félagunum, takk fyrir þetta kærlega. Ásbjörn Friðriksson maður leiksins með 10 mörk í 12 skotum, frábær sigur F-fáinga 36-27. Starfsfólk RÚV þakkar kærlega fyrir sigur, við verðum í miklu handboltastuði næstu dagana, fylgist með okkur, þangað til þá, takk fyrir okkur. Hann bara eftir honum, hann fer bara, þeir fara bara saman. Það rakst óvart í þetta. Það er ekki vekk tvær. Það er heldur ekki víti rekkum tvær. Við varum ekki að skjóta þéttir frekar á. Kíkir í Davíð. Klára Daða bara, hann er ábyggilega aðeins verra að skapi. Það kemur svo. Þú ert að hlusta fyrir, ég heyri ekki neitt. Vertu í höndum innan. Ég heyri ekkert í þér, María. Haukur er eyrað fast inn í hann á sér. Sennilega að fara upp á slysóttilinn að því út af eftir. Það er einar öruggur sigur á heimavelli og eiginlega bara öruggur seinni hálfleikur. Já, fyrri hálfleikurinn var svona ströggl hjá okkur. Vörnin var ekki alveg eins og við viljum hafa hana og markvarslan var engin. En við töluðum um það í hálfleik að markvarslan myndi alveg örugglega að koma því að hún er bara búin að vera þannig allan vetur. Þannig að við ákveðum bara að halda áfram því sem við vorum að gera frekar en að fara að breyta einhverju og seinni hálfleikurinn var frábær. Sóknarlega gekk náttúrulega eiginlega flest upp hjá okkur í seinni hálfleik og Framarar náttúrulega gáfust upp hérna í lokin en í svona 50 mínútur þá voru þið algjörlega með yfirhöndina og greinilega að taktíkarnir ykkar gengu allar. Já, ég sammála því. Það sem við lögðum upp með fyrir leikinn, það gekk 100% og alveg satt svo segir, það fjall allt með okkur, við vorum að grípa frákostarna inn á milli og þannig að þetta var svona einn af þessum leikjum sem allt gekk upp. En jákvæð fréttir það er að leikplanin gekk upp og nú þurfa þeir bara að reyna að svara okkur, við bara höldum áfram að gera sem við erum að gera og en þetta er bara fyrsti leikur og gefur okkur bara 1 sigur, það er 3. Ef við lítum á þetta frá sjónarhóli Framara þá eru þær væntanlega ákaflega óánægðir með sinn leik og telja sig eiga mikið inni. Já, ég er líka alveg klár á því. Þeir eru búin að vera að spila frábæra vörn í vetur og fá sér 36 mörk. Ég held að geti alltaf verið ánægð með það. Þannig að það er örugglega hellingur sem þeir munum koma til með að reyna að skerpa á í sínu leik og reyna að mæta brjálæðir í næsta leik. En við þurfum að gera það bara líka. Taka 1 viðtal í viðbót.
Já, Daði, hvert þitt mat á þessum leik? Þetta náttúrulega gríðarleg vonbrigði okkar megin. Við virðumst bara reynilega ekki mæta til leiks og spiluðum illa að mínum mati í fyrri hálfleik líka þó svo að það veri kannski jafnt í hálfleik eða því sem næst. Og svo bara mættum við ekki seinni hálfleik. Ég veit ekki alveg hvað veldur því, hvort að menn séu reynilega bara orðnir saddir eftir að hafa lent í þriðja seti. Ég bara veit ekki alveg, við þurfum að fara í gegnum þetta, hvernig við spilum þennan leik. Þið fáið okkur 36 mörk og F-áingar virtust einhvern veginn vera búin að lesa vörnin ykkar frá fyrstu myndu. Já, við samt er þetta nú þannig að ef að menn myndi leggja svolítið á sig og hjálpa okkur öðrum og vera einbeittir þá er kannski erfitt að lesa vörnina en meðan við gerum ekkert, meðan við mætum ekki til leiks og tökum á því, ég meina þá náttúrulega skorar alltaf, fara alltaf í gegn, þú þarft að spila vörn til að stoppa, en við vorum ekki að því í dag. Þú ert þá að meina að láta F-áingarna bregðast við því sem að þið gerið frekar en að þið séu að bregðast við því sem þeir gera? Já, ég meina við erum búin að spila frábæra vörn eftir áramót og ég meina við vorum að fá okkur að meðaltali kannski 22 mörk og við fáum 36 mörk á okkur í dag en það líka reynda skýrist að því líka að við spilum gríðarlega illa sóknarlega og við fáum mikið af mörkum úr hröðum upplöpum í baki á okkur og það er líka eitthvað sem við þurfum að fara yfir. En eins og þú segir meðaltalið 22-36 í dag þannig að þið eigið þá náttúrulega býsna mikið inni varnarlega og jafnvel sóknarlega líka með að við hvernig liðið spilaði taktískt á köflum. Já, alveg klárlega og alveg klárlega og þetta er sjálfur sér engin heimsendir þó við töfum þessu fyrsta leika á útivelli í þessari serju. Við erum eftir að fara bara yfir þetta og þjappa okkur saman og bæta okkar leik á öllum sviðum og þá er ég vissum að tölurnar verði öðruvísi. Þannig að þið svarið fyrir ykkur á þriðjudaginn á Hamri? Já, það er bara klárt. Það er bara plus. Búnir.